Við fengum hann Theodór Ragnar Gíslason til okkar í skemmtilegt viðtal. Mjög áhugavert. Þetta hakkari eða þetta strætó eins og kom fram í þættinum. Já. Já, þetta magnaður maður. Mjög áhugaverður náungi. Marga fjöruna sopið og lifir og hræðist í hakkara heiminum. Já, ég held hann hafi meiris að vera að downplaya sig, sko. Ég held hann sé bara eitt besti hakkari í heiminum, sko. Já, og hann hefur náttúrulega hakkað sig inn bara hjá NASA, hjá helstu tæknifyrirtækjum heims og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að fá aðra sem lifir og hræðist í þessum heimi, þetta er jú óhefbundin þáttur að því liðum til að þetta er ekki fótbolti, fjármál eða pólitík, en ég hvet ykkur kæru hlustendur til þess að gefa honum séns, því að ég lærði það minnst okkur mjög mikið í kvöld. Já, og við náðum að halda okkur undir 3 tímum í fyrsta sinni langa tíma. Þannig að gefið sér séns, ég lofa okkur því, þetta er algjör veisla. Góða skemmtun. Jó, komið heil og sæl og verið velkomin á Chess After Dark, Birgir Karl. Heldur betur. Birgir Karl og Leifur Þorsteinsson heils ykkur þennan morgunin kvöldi eftir middaginn. Já. Hvernig sem við hittum á okkur, en gestur okkar í kvöldi Theodór Ragnar Gíslason, stofnandi og framkvæmdastjóri Defend Iceland. Vertu hjartanlega velkomin. Takk strákar, gaman að koma í heimsókn. Hvernig liggur á þér, ef við byrjum á því? Bara mjög vel, var að koma frá Vegas. Já, ok. Já, það var upplifun, skraudlegt. Já, varst að vinna fyrir... Já, við vorum 8 saman frá fyrirtækinu og kíktum á stærstu hakkararráðstefnu í heimi. Já. Eða fyrir ekki fyrstu, að vera lengst í gangi, hann heiti DEFCON. Já. Og þetta var alveg geggja. Það er ekki það, ég trúi því. Töffar þessi hakkarar. Já, kíkja í vítið það. Já, svolítið sko, þú veist, og svo alls konar leikir eins og, þú veist, Spotty, FBI agent og alls konar svona. Já. Það er ímislegt þarna. Já. Stemning. Hvernig við sumari verið þar hans? Bara frábært sko, ég verið rosalega lítið á Íslandi, bara á Spáni og Króatíu og svona alltaf líka til að Las Vegas, þannig að bara frábært. Já, við erum alveg á sérstökum útivelli í kvöld, Leifur. Já, það er svona, sko, þú tala alltaf útivöld, það er bara eins og þú kunnir ekki á lyklaborðið stundum. Það er smá þannig líka. Nei, það er nú ekki alveg rétt. Nei, ég kann það. En ég hef nú alveg séð þig, þegar þú kemur að tökkunum, sko, þá eiga hlutinni til að bila og brotna þér. Þess vegna bara læti á þig friði. En það er nú það sem þátturinn í kvöld snýstum, að finna veikleikana og... Fræða fólk, og þetta er mjög áhugavert sem við erum að tala um núna. Já, við kannski byrjum bara á kjötinu, Theodór, að því að, þetta er aldrei merkileg saga, þar að segja hvað færi þig til þess að taka þessa stefnu í lífinu og kannski byrjaði að segja okkur frá því þessu mótandi atviki sem á sér stað þegar þú ert 14 ára. Já, ég er sem sagt í Hagaskóla 1997 ekki? 95, byrjun á 7. janúar 1995, 13. Já. Og þá var ég í Hagaskóla og eins og margur í Hagaskóla á föstudögum var alltaf búið háti og ég er bara íþróttastrákur. Ég spila körfubolta með KR og ég á samt mörgum í skítakulda erum að bíða eftir strætó þarna fyrir utan Melaskóla og þá kemur strætó stoppar og ég bara fremstur að byrja að berja á hurðina og reyna að bara biðja hann að opna en hann opnar aldrei hurðina heldur keyrir hann svo aftur af stað og ég renn undir bæði afturdekkin og mölbrotna en ég lifi það af og mjög minn á mig fór í sundur á nokkrum stöðum og ég fekk svona þvagrásin á mig fór í sundur á nokkrum stöðum og áverkar á nýru og þvagblöru og alls konar og þetta er svona upphafið að mínum hakkaraferli og að vera kallaði Teddy Strætó sem ég er að kallaði reyndar í Vesturbænum sko. Já, það er frekar brútal. Já, segðu mér að það hafi komið mörgum árum eftir líklega. Nei, það kom strax. Nei, ok. Það var bara Teddy Strætó. Það var veistu það, bara ég tók ég bara sem hrósi. Þú veist, bara að vera þekktu fyrir eitthvað. Já. Og af hverju ekki það? Já. Eftir ég liði þetta af og þetta, þú veist, ég jafnaði mig að tók mörg ár. En það tókst. En það er það sem svona gerði það verkum að ég fór frá því að vera kannski íþróttastrákur yfir í að vera húgt á internetinu. Já, öðruvísi íþróttamaður. Já, og fór svo að keppa í svona þessum hakkara íþróttavelli og
alveg bara verið forfallin alveg alla tíð síðan þá 30 ár 30 ár maður. Sko, mér langar að byrja strax af því að þú ert bara í orðsins fyllstu merkingu afreksmaður og hefur náð mjög langt á þínu sviði, sko, þegar þú ert 14 ára og lífið umturnast í einni svipan, sko, og þetta eru viðtaka með það 2 ár þar sem út einhvern veginn bara á hækjum og hjólastól og bara mjög erfitt. Með þvægleik líka, ég mæli ekki með Nei. ef þið hafa einhvern tímann upplifað það. Nei, En, ég ætla svona að reyna alltaf bara. en finnur þið þarna í forrituninni, sko, hvernig var hugafærið á þessum tíma? Varstu upplifður sem gríðalegt fórnarlamb sem 14 ára krakka eða tækifæri strax í þessu? Ég var náttúrulega alveg, sko, mjög reiður út í heiminn, aðalega bara því að það var verkfall í grunnskólum á þessum tíma og ég var með einkakennara, þannig að ég þurfti að stunda nám, reyndar, já. En nei, vistu það, ég held ég að bara verið heppinn að, já, þú veist, ég held ég að við átta mig frekar fljótt á því að því að, þú veist, ég fekk þetta skrýtnu upplifun að mamma mín og pappi komu á spítalan, ég var ennþá með meðvitund áður en ég fór í aðgerð og þau voru að kveðja mig og svo þegar maður vaknar á gjörgæslu, ég veit ekki hvort fólk hafi upplifa þessa tilfinningu, já, þú veist, ég óska engu það, en þegar allt í kringu þeir að deyja, þú veist, liggur á gjörgæslu, það er svo surrealist upplifun að ég held ég hef aldrei, ég bara þakklæti hversu heppinn ég var að hafa komist út úr þessu, svona nokkuð heill, þannig að ég aldrei nokkuð tíman, ok, þú veist, maður notar þetta sem afsökunstundum, þú veist, ég að drepast í bakinu, eitthvað svona, en nei, ekki fórnarlamb. Nei. Þetta var bara heppni eftir áhegja finnst mér, sko. Manstu hvað þarna, eða fóreldrarnir kannski rifið upp með þér, sko, hvað læknandi sögðu þegar þetta gerðist? Ég meina, þú fullkomlega heilbrigður í dag, ég ætla að lítur út frá það, átti þetta að vera, áttur en á þessum ótrúlega bata? Nei, alls ekki. Þú veist, það var alls konar hluti sem var listað upp sem myndi fyrir að, þú veist, þetta átti ekki að geta eignast börn, og en ég á 2 unglingstelpur, þannig að ég mjög glaður að það hef ekki ræst, sko, ég átti aldrei að geta lappa án, Sýndist þú að labba hingað? Já, ég er, sko, stundi íþrótti, ég spil tennis. Já. Þannig að, ég veit ekki, þetta var bara svona, ég fekk allt þetta, og mamma mín og pappi sérstaklega, þetta yrði mikið svona, upp á við, barátta, sko, en ég held bara, þú veist, þegar maður er krakki, þú veist, ég var ekki búin að taka vaxtakipin, almennilega, þannig að, þú veist, bara einhvern veginn greiði mjög vel miðað við aðstæður og ég var bara svo heppinn að læknarnir sem voru að setja mig saman aftur, þú veist, það var alls konar svona einhverja nýjar aðferði sem voru að beita til að, ég veit ekki, búa aftur til þvagrás, sem er ekkert grín, sko. Nei, trúi því. Þú veist, þannig að ég til dæmis, ég veit þetta er furðulegt að segja, en þú veist, maður tekur fyrir sjálfsögðu hlut að pissa. Þú veist, þeir sem hafa lent í að geta ekki pissa, hversu sársökafullt það er. Já. Og svo var þvagfæraskurðlæknirinn minn sem var yndislegur maður, er að við vorum alltaf að mæla hversu hratt ég pissaði. Pælið í því. Þú veist, og þú veist, þegar ég fekk þarna mómenti þar sem ég var komin í basically normal sem sagt magn eða hraða, að þú veist, ég var bara eins og ég væri að vinna eitthvað. Já. En af því að ég átti ekkit von á því að það yrði þannig, sko. Þannig að þetta var bara mikið uphill race. Já, ég held að það sé líka bara með ansi sterkan haus, lukkar hann. Já, mér sýnist það líka á öllu. Sko, og þá hellur þér í hennan hakkarheim árið 1997 var það? Nei, 95. Bara sko, ég var byrjaður rétt fyrir slysið, þá var ég búin að kynnast, pabbi minn er svona, var skólameistarinn í Fjölbrautaskólanum á Ármúla og aðstoðarskólameistari í FG og hann var svona raungreina-gaur. Okay. Þannig að ég fór á skákmók þegar Kasparov var að spila á Íslandi þegar krakki og eitthvað svona og allavega, hann var búin að kynna með aðeins fyrir svona tölvum og líka fyrir internetinu áður en ég lendi í slysinu. Þannig að ég var strax búin að fá hennar neista af áhuga frá því og svo bara því ég hafði ekkert annað að gera. Þú veist, ég þurfti ekki að mæta í skólan, þú veist, ég var ekki, vinirnir mínir bara hurfu og eðlilega og þú veist, þannig að ég bara einhvern veginn fór beint í interneti og strax og ég
í þá dag heita íslenska mentaneti. Já, það kannski fínt að rifja upp fyrir líka yngri hlustandum sko að fólk bara eitthvað interneti, þú veist, þarna það var ekki sjálfsagður hlutur sko. Nei, ég að segja, það bara eitthvað glænýtt þarna sko. Bara fullkomlega glænýtt og bara þannig að fólk átt sig á hraðunum sem við erum að tala hvernig ég var að tengjast internetinu. Ég var að tengjast internetu íslenska mentanetinu sem að Unix umhverfi ef það einhverju nördar að núti HPX, en sem sagt ég ringi inn með yngringiforriti sem hétt Kermit og 2400 báta tenging sem 0,02 kilobæti á sekundu sem bara þannig að þú sérð textan rúlla, það á þeim hraða, þannig að ég hljóma eins og risaðalega en interneti var ekki sjálfsagður hlutur í þá dag og maður hringdi upp, það ringi módem og allt þetta og það varð svona ég veit það var svona minn ég var ekki að hlusta á tónlist, ég var bara alltaf að hlusta á þetta hljóð þegar ég var að hringja inn á interneti. En hvort var það frekar sem heillaði þig sko, bara interneti per se og tölvan eða the hacking world? Það var náttúrulega interneti fyrst, en sko bara ég áttaði mig svo fljótt á því að það voru svo mikið tækifæri á internetinu, þú veist, og strax svo ég kemst inn í svona Unix umhverfi þá bara, heyrðu, ef ég með þennan aðgang, þá get ég gert þetta. Þannig að svona forvitni og svona einhvers konar keppniskap svona leiddi mig strax út í það að bara hackera heiminn. Það sem þetta raun og veru, þú ert að keppast aðganga að einhverju eða stjórn yfir einhverju stafrænu. Og þannig að ég bara 95 var bara fullt eitthvað haustið það ár þegar ég svona fór að jafna mig aðeins eftir slisi sko. Þá var ég í hjólastól bara með tölvuna mína og ég veit ekki hvort ég hafi sýnt ykkur myndir að Jú, það var alltaf einhver myndir, Já, en það ég var bara í hjólastól Já. og svo bara upp í rúmi og það var ekkert mikið meira sem ég gerði. Þú talar líka það held í fyrirlestrinum að þú talar það í fyrirlestrinum að þú varst samt fullur orku þó einhvern veginn þú hafi verið bara brjála orku, þú veist, með bullandi athyglisprest og svona ávirkni eins og margir strákar, þú veist, maður þarf að fá smá vend og ég bara endalaust þurfti að vera að gera eitthvað í þessu umhverfi svona og þannig að já, bara og árin ég vissi af þá var ég bara orðin í mínum huga bara besti hackarinn í heiminum. Já. En akkurat það, sko, besti hackarinn í heiminum, er þetta eitthvað net, var þetta eitthvað samfélag? Já, þetta var samfélag. Já. Og þetta samfélag er verið svona grunnurinn af því sem við sjáum í dag í þessum hakkarakultúr út í heim, sko. Og hvernig hann var mjög saklaus í þátt. Hvað heitir þetta? Anonymous eða eitthvað? Nei, er ég að bulla núna? Já, eitthvað svona hakkarahópar, sko, þú veist, sem svona sprett upp í kjölfarað því sem eru kannski meinfísnari toga, sko, en í svona þegar internetið var að svona þroskast og allt þetta, þá var þetta mjög saklaust. Það voru bara svona jafningjar sem voru að reyna að sanna getu sína gagnvart öðrum jafningjum og þú sannaði getuna þína með forðunum þín og aðganginu sem þú náðir það þannig og höfulegri. En það er alltaf skemmtilega sko að því við tölum en grundvöll sko að spila á jafningagrundvelli og ákveðnum sviðum getur bara bullaði áfram og svoleiðis, en þarna er þetta bara eins og í skák, þú ert bara metin að verðlegum, þú ert bara metin að því sem þú afreikar á þessu leveli, já, sko, engu öðru en þess að þú veist, bara því þú veist, ef þú varst ekki bara klárlega, þú veist, það er bara þannig og var þannig í svona þessum hackara circles þá allavega að forritin, exploitarnir, veikleikarnir sem þú fannst það sýndi hvort þú átt færi eða ekki og og svo, þú veist, já og svo var þetta bara svona ákveðin svona keppni á því leveli og ég held að þú myndir aldrei ná þér inn orðsporið þar nema þú gerir það þú veist að allavega já, og þetta í dag aðeins öðruvísi að því að bransinn hefur þróast rosalega mikið og það er miklu meiri svona sérsvið en það í raun og veru bara í öryggisbransanum heilt yfir, þú þarft svolítið að sýna að þú hafir þekkinguna til þess að vera metin svona, já meðal jafningja. Já, og þá skiptir einhver máli hvort þú sért 14 ára inn í herbygginu í hjólastóli eða 35 ára einhvers staðar út í bæði, það bara skiptir einhver máli, þetta er bara þú veist hversu fær þú ert og þess vegna held ég að skák sé mjög svipuð hvað þetta er þú veist, þú getur verið 10 ára gamall og þú bara rústa basically öllum nema örfáum
Akkurat, bara einhver krakka skítur að pakka mér saman. Svona, Voltmenn. Voltarættir. Þeir eru þetta. Það er stórkostlegt. Geta verið heima á sér. Já. Á naflanum. Vá, á bömbunni maður. Með snakki í naflanum, sko. Ekki búin að elda neitt græða í hvelli. Já. Einum græn. Já. Eða, konuna koma heim, þú er búin að vera einn heima. Þekki ekki. Getur fengið matvöruna, senda heim til þín. Og ég held að Jónas gerði hann og talaði um þetta ágætlega þetta hjá okkur í byrjun ástæð sem hann talaði um sko að þú ert líklega á besta tímakaup í heimi að láta einhvern annan aðala skjótast með matið fyrir því sko. Já, í mörgum tilfellum það svoleið sko. Tala úr þeir út með Volt Plus áskriftina. Já. 0 krónur í sendingjald. 0 krónur sendingjald, en ég er svona kannski smá ákall þarna ykkur frjálst að veita hann alltaf þessum glæsilegu ökumönnum þjórfi og ég hvet ykkur til að gera því að sveimi þá, ég held að segja þá bara enn fljótari með sendingarna til þín, en þið vita að þú ert þjórfikall sko. Já, það er svoleiðis. Ég seti alltaf 450 kall. Já, það er 450 kall, já. Það gengur vel. Kaldi, íslensku bjór, bruggar eftir tékkneskri hefð. Já. Ógeril snittur. Heyrðu, Gaurin sem vann fantasíleikin okkar, já. Hann fekk 3 rútur af sumar kalda. Já, ég sko, hann hefði hoppað hæðsina ef hann hefði ekki haldið að 3 kossum af kalda. Hann var gjörsamlega klifjaður á leiðin út, sko. En það verður okkur hver að vera síðast verið að ná sér í sumar kalda, nú er komið haust, sko. Já, sko, en þú getur allan ásinsing komist í góða á dælu. Herru, ég fór á kaldabar á laugardaginn sem er ekki frá sér færandi nema þeir eru með kalda IPA á dælu. Já. Og hann er náttúrulega bara í ruglin. Ég sjálfur ekki IPA maður, en ég hef góð hluti af mönnum sem að finnst IPA góður, sko. Hann er sparið, þú ert kannski ekkert að raða þeim í þig. Nei. Svona 1, 2, kannski 3. Búin að vera svolítið áfengisleysa. Já, nú lauranum. Agalega góður. Þá getur líka kert þeim, það er gott, sko. Já. Og svo er það Neo. Já. Og ég ætla bara að ganga svo langt að segja að það sé eiginlega bara minn heimavöllur. Já. Ég var himinlifandi þegar við fengum Neo í Liðmó. Já, þú ert líka að byrja í Vesturbænum, þú er með 2 staðan í Vesturbænum. Já, nei, ég byrja í miðbænum, sko. Já, miðbænum, já. Og er bara 2 mínútur að labba niður á Laugaveginn. Svo er það líka á Hafnartorgi. Líka Hafnartorgi galleri. Ég fór þangað á laugardaginn í alvörinni og notaði kóðan CAD25, 25% afsláttur. Já, þú veist, galindil. Við komum ekki inn á það í Jómfrúðaþættinu með Neo að við erum með 25% afslátt. CAD25, ekki 5% afslátt, 25%. Nei, það er alvöru, sko. Á neopizza.is. Og þá er þetta líka ekki neitt. Ég fór út daginn og ég var sko að skoða mig í Hafnartorgi matöll og ég gæti fengið mér eitthvað pasta á 7 og 8 og ég gæti fengið mér eitthvað, skilur ég margir hvað, en þú veist, þú var bara good shit pizza á engan penning. Alveg mikill matur líka, sko. CAD25. Já, þetta er samt örgulega að koma nokkra heimskulega spurningar frá mér í kvöld og ég vona bara, já, ég held að engin spurningar heimskuleg. En sko, ég var að tala um Anonymous á hann, en maður er Anonymous þegar maður er að hakka ekki, eða ertu bara það er sælir ekki hakkurinn þetta, ég er 14 ára í hjólastólinn í Íslandi. Þú ert með, sko, þú ert ekki Anonymous, þú ert með pseudonym. Eða svona dulnefni. Já, ok, já, einmitt, já. Og það hafa allir, flestir hakkarar hafa það. Hvort sem þessi myndvísnir eða heiðarlegir hakkarar. Og já, þannig að það er bara mjög algengt. Já. Mitt var Digit sem var bara eitthvað vísun í af því að orðið digital var tekið. Já. En ég gæti ekki nú valið digital af því að skjárinn minn hér digital. Já. Þannig að ég stytti það bara. Og já, það er ekki flóknir að sagja það. En það er allir með svona dulnefni eða þú veist svona, já. Að það fylgir. En svo 2 árum síðan ertu 16 ára og þá ertu handtekinn eða hvað? Ég er 17. Og já, ég var handtekinn. Og það var mjög óþægilegt hafa ég sagt og ákveðið sjokk samt ekki af því að ég var á þessum árum svona kannski ómótaða siðferðiskennd og ég leyfði mér að brjótast inn bara það sem ég datt í hug án þess að hugsa að það getur verið afleiðingar á bakvið það sem ég var að gera. Ég var aldrei minnfísin, ég var aldrei að reyna að skemma eða neitt þvíumleitt og eitt dæmi sem var svona eina ástæðan fyrir því ég var handtekinn var í raun að vera internettjónustaðal á Íslandi þar sem ég var búin á stjórnum við þeirra nettölvum en ég var ekkert minnfísin, ég var bara með aðgangi minn hana en ég tók eftir því að það var erlendur hakkar þar inni og
Sveinn, eða þú ert að núti og ert að hlusta á þetta þá hérna, það er kerfistjórinn sem ég tilkynnti veikleikan til eða þú veist að það er hérna þessi inni sem var búin að brjótast inn og hafa búin að valda einhverjum usla og ég let vita því en hérna framkvæmdastjórinn þar kærði mig og já Var samt að hjálpa þeim sko. Já, samt ekki þess að ég var ég fór ansir langt sko, en já sem sagt og aðrir hlutir sem átti sér stað á þessum árum en þá kemur sérst lögreglan klukkan 3 og þá var ég ennþá sofandi og ég var náttúrulega að degi til, það ekki eftir middaginn hakkari, ég er svo hakkarasæði já. Hann er ekki að vaka þessum tíma já. En komaður og taka tölvubúnaði minn og það var ömurlegt ég get ekki lýst í sko en þess að ég átti ekkert ég get ekki fengið mér einhvern nýjan síma eða eitthvað svona Nei. Þannig að missa tölvuna var mikið sjokk en svo var það líka bara að heyra hina hliðina þetta var bara kæra, það var ekki neitt dómur það var fellt niður en þetta var mikið svona wake up call fyrir mig að upplifa þetta ekki síst að missa tölvuna en já, ég sem sagt var svona, þú veist, ef ég er alveg hreinskilinn með mjög ómóta siðferðiskennd á þessum árum kannski frá svona 96 til svona kannski 98 að já, en ég hélt áfram í þessum hakkaraheimi en bara ég var aldrei að brjótast inn á þennan hátt eftir það ekki án leyfis þannig að það er svona, það má segja svona minn atvinnuhakkaraferill að byrja í kjölfarið á þessu og þú veist, og þegar ég segi atvinnuhakkaraferill þá þegar fólk er að ráða mig inn til þess að reyna að hakka þau og ég manna fyrsta verkefni mitt á Íslandi var fyrir það sem ég þá Baugur-grúp Já, fyrir Ásgeir Já, og reyndar kannski ekki fyrir hann persónulega en það var það er hansi langt síðan Hvernig gekk það? Og hvernig kannski eins og talar þarna svona uppalega byrja fyrirliðina einhverju leiti svona sem atvinnumæður í þessum gera hvernig, kannski mögulega komst aðeins inn á þetta hvernig markasettur maður sig sem eitt besta hakkarinn þarna úti? Sko, hvernig kemur maður sér á markaðinn? Sko, ég byrjaði að vinna við þetta 99 og svona það leiti að þá var ég svona, þú veist, það fyrsta startup mitt, það er fyrirtæki sem heit Firmant og við vorum stofnuðum áhugamannasamtök sem heitir Linus og Íslandi og við vorum basically bara að grænda, þú veist, að bara harkið og ég hafði þessa þekkingu og að koma upp tækifæri til að selja verkefni þar sem ég var beðinn að hakka fyrirtækið eða ná stjórn eða sína fram á einhverju öryggisveikleika þannig raun og veru bara verður það til fyrir slysni en hvernig markasettir maður sig það er orðspor og þetta er orðsporsbransi og en til þess að landa dílum í þessa dag frá kannski svona 99 til svona 2004 þegar ég var að vinna í ráðgjöf við þetta að þá basically lofaði ég árangri þurftir ekki að borga þegar ég langaði svo að vinna við þetta þetta var, þú veist, ég geti unni við það að hakka, þetta grínast í mér þannig að ég lofaði að ég kemist í e-maili hjá forstjórunum eða eitthvað svoleiðis og ef mér tækist það ekki að þá myndi þau ekki til að borga og eitthvað svona eða næði stjórnum við nettjónunum hjá fyrirtækinu eitthvað í þá áttina þannig að ég byrjaði ferilinn minn þannig bara því að það var eina leiðin til að fá verkefni og það er breytt í tímar í dag en í raun og veru er ég ennþá að vinna samt við það af því að nú er ég með ég er stökkvað hans áfram en það er það sem konseptið villuvegi gátt gengur út á bara markmiðadrifið öryggi En nú ert þú eins og segir auðvitað eru aðeins að fara að tala um Defenda Íslanda eftir en þú ert auðvitað stofnandi og framkvæmdastjóri er framkvæmdastjórin líka að hakka það ert ekki bara með einhverja mínihakkar undir þér núna? Sko ég er með mínihakkara en þú veist ég kýtlar hann þó í mér en þú veist þá er það bara svo kallar self-reported veikleikar en það hefur ekki komið mörgum sem fyrir en mér finnst það gaman ég langar ekkert eitthvað að hætta þetta er skemmtilegt þú veist maður fær alveg röst þegar maður nær aðgangi Ertu stundum kannski bara á skrifstofunni eða búin að sjá einhvern úling hann búin að reyna einhver 8 klukkutíma og tekur hann að rífa hann hnakkadrampinu og kottum með tölulega ég stundum reyni að hjálpa ef að líka ég sé tækifæri til að fara lengra eða eitthvað þú veist til þess að sanna þannig að ég meina mér þetta er það sem ég finnst gaman líka að finna þessa gullmóla og þessa nýju kynslóð hakkara, heiðarlegra hakkara
það er fullt af eða hjökkurum fyrir því hvað vilt kalla þetta en það er fullt af svona fólki að núti sem þarf smá handleiðslu í þessu og ég er alveg að reyna en já, ég tek stundum að það þátt í þessu Já. þannig að ég er ekki orðin algjör í það Nei, annað væri líka bara waste of talent sko. Hjakkar er gott orð sko, af því Já, að sammála það er talað hvít hatta, svart hatta og jafnvel grá hatta í þessum bransa Já. Black hat, grey hat og white hat eftir hvað mönnum gengur til hana en svo ertu með orðin svo tölvuþrjótur út með hakkar og nú hjakkari sem er skemmtilegt hakkari eða tölvuþrjótur, er það rangnefni? Sko, beina þýðingin hefur verið tölvuþrjótur sem náttúrulega gefur alveg það er náttúrulega margar ástæði fyrir því að það er búið að eyðileggja þetta orð hakkari Já við vitum alveg hverja það eru til dæmis, já en hjakkari fyrir mér er raun og veru jákvæðari lýsing og þetta kemur frá henni Gyðu sem er einn af okkar hjökkurum Já. og hún hefur fundið fullt af veikleikum hjá íslenskum fyrirtækjum og hún lítur ekki á sig sem hakkara en hún kemur úr hugbúnaðarprófunum og það er svona svipaður heimur það er bara að þú ert að finna eitthvað að en já, orðið tölvuþrjótur er ekki lýsandi fyrir það sem hakkari er í mínum huga hakkari ef við tala bara heilt yfir er eins og allt fólk getur verið sko glæpamaður getur verið venjuleg manneskja en flestir hakkara sem ég þekki er bara heiðalegt fólk sem vinnur sína vinnu hvort sem það sé í tölvuöryggi eða ekki og langar að láta gott af sér leiða ég held að langflestir hakkara sem ég þekki eru þannig langflestir, en auðvitað eru þessi, þú veist, bad seats þarna úti sko. Já, það er skemmt epli alls staðar Jú. Nú bauðstu til þess þetta að hakka okkur í aðdraganda þáttarins en því miður eru bara aðeins og marga beinagrindur í okkar skapum ég þorði þess ekki sko. Nei, en sko ef þú fær aðeins í gegnum það með okkur hvernig þú myndir hakka okkur Já, sko ég held ég hafi nú sett þetta upp þannig að ég geti teiknað upp svona ykkar árásafótspor eða öryggisfótspor og vegna þess að við skiljum öll eftir okkur fingraför á internetinu og fótspor og það er bara óhjákvæmilegt við það að nota og við þekkjum öll eitt af til dæmis fingraförunum ykkar eru öll e-mailin sem þið hafa notað ykkar internetferil og þau skilja öll eftir þessi gríðalegt magn ummerkja og þannig að þegar fyrirtæki hafa verið hökkuð þúsundir fyrirtækja hafa verið 20.000 fyrirtækja hafa verið hökkuð á internetinu seinustu 20 árin sem dæmi er að segja með þetta sé þjónusta sem þið voruð að nota og þá eru ykkar upplýsingar hann úti og kannski lykilorðin ykkar eða þvíunlegt þannig að og í þeim er hægt að sjá alls konar mynstur lykilorðaval hvað þjónustur þið farið inn á þannig að það er rosalega auðvelt að sérsníða árás út frá þessu ef maður veit hvað maður er að gera og vonda fólki gerir það ég held að munurinn á þeim sem er kannski ekki með innfísin og þeim sem er innfísin er að annar aðilinn biður leyfi hinn ekki og ég hef lagt aðeins annar minn að biður leyfi áður en ég hakka einhvern en það þýðir ekki að það sé ekki hægt að hakka ykkur það er hægt að hakka ykkur en hvernig nákvæmlega þú veist það er margar útfærslur að þú sagði sjálfur þú veist að plata fólk er auðveldasta leiðin og í hakkara-heiminum nú vorum við að koma frá Vegas það heitir social engineering eða bragðuvísi ef við tökum íslenskuna á þetta félagsvísi eða þú veist það er félagsveilun það er alls konar allavegna að þetta er auðveldasta leiðin til að hakka venlegt fólk við þekkjum þetta á öllum þessi phishing árásum sem við upplifum og allt þetta dótri sko og já og bara allan í höndunum og góðum hakkara eða þeim sem er prófiði að þá er alveg hægt að búa til mjög raunverulega eitthvað gildur sem þið eru líklegið til að falli sem allt fólk er til að falli og í að því ég var að vísa þessar ráðstefnu í Vegas það er keppt í þessu þau eru upp á sviði að plata símaver og skemmtilega heitir Social Engineering Village sem er þorp á ráðstefninu það sem er sérstök áhersla á þetta taka fram líka á þessar ráðstefninu það er kepptið í að hakka bíla
eldflögar þetta er alveg Já, ég held að við erum ekkert eitthvað endakallanir í þessu Nei, en sko, ég er að segja sko, hvernig, þú veist, hvað það þýðir að vera hakkaður er í raun og veru getur þýtt að missa aðgang á einhverju tiltekinu þjónustu þú veist, þýðir að missa aðgang á þessari tölvu þessi tölva, þetta er Maki er að hvernig ég hakkaði Dropbox var með exploit sem er kallað Zero Day í þessu stýrikerfi eina sem ég hefði þurft að gera hefði þurft að senda þér eitt e-mail þú hefði bara þurft að opna þú hefði ekki þurft að smetla á neitt Ekki smetla á neitt Nei. Ertu að koma í töluna? Já og það er þessi vopn sem eru líka og þessi, þú veist, ef þú ert að fara yfir í svona pro-level hakkara og sérstaklega ef þú ert komin á svona level svona leyniþjónustu-level og þá ertu á þessu leveli þeir eru með vopn sem geta gert það að verkum og þú getur brotist inn í stýrikerfin þín en þú veist, svo ertu með net heima þú veist, það er svo margar leiðir til að hugsa um það að vera hakkaður fyrir marga er kannski að missa aðganginn að Instagraminu sínu Það er náttúrulega mjög þekkt Já, og við sjáum það hérna á Íslandi og nánast öllum þessum tilfellin geti sagt ykkur lykilorð á þessu fólki sem var hakkað það er því að þekkt og þeir voru ekki með tvíþáttu auðkenningu á Instagraminu sínu En sko ég átta mig á þetta er svo áhugavert eins og til dæmis með Instagram Já. Ég átta mig alveg á því á hverju fólk myndir reyna að taka yfir netbanka minn eða netbankan hjá einhverjum en hvað græðir þessi hakkar á að fá bara Instagram hjá einhverjum gaur sem er 100 followers Ég bókstaflega lent í svoleiðis fjárkún Mér að pakka saman Já, en gerður það? Já, ég greiddi fyrir það að fá Instagramin tilbaka Ég greiddi mér þess að þjórfi eftir hann lét mig hafa bara því ég var svo stressað Bara svo volt bara sko, Ég ætla að segja það rétt þetta svona ransomware eða gagnagíslutökur eða net aðgangsgíslataka er growing business og ástæðan fyrir það er growing er því að fólk borgar fólk er desperate að fá dótið sér tilbaka Hvað borgar mikið? Máttu segja það? Það var eitthvað $150 sem ég enda á að græða fyrir þetta Samt þó það samt Já, bara great price en Mikið fyrir hann Ímyndið ykkur gagnagíslatöku ára svo fyrirtæki sem getur ekki stunda business Við erum að tala $1,000,000 sem þeir borga í gíslatökur gjöld, oftar en ekki það er ekki algengt að fólk borgi en ástæðan fyrir því að markaðurinn þrífst er af því að það er borgað og það er ekki bara að hætta Ég gerði vitleysu það ja, þú veist, ég meina, gerður þér vitleysu þú veist, ef þetta var mikilvægt fyrir þig þú veist, hvernig á ég að dæmi það? Já. Þetta er bara þín ákvörðun sko. Talandi um Instagram, mér langar að hrósa aðeins Defend Iceland allir að fylgja þeim á TikTok þeir voru að hendi gott myndband fyrir nokkur dögum síðan sem að það er eitthvað nýr fítus á Instagram að þú ert að sharea live location með þeim alltaf bara með Instagram Já, herru, þetta var mjög flott myndband bara, finnst þú það ekki? Jú En mér finnst það bara svo creepy Þetta er hún Hugrún hjá okkur og hún er algjör snillingur og mikið hróskili og við erum að reyna að gera öryggismál aðgengileg fyrir meðlend fólk Þetta var alltaf, ég ánjónaði með þetta Já, ok, gott að það En þá langar mig að spyrja því að hann tala um lykilorðin og ég ætla nú ekki að þykjast einhver sérfræðingur ég er nú, það þarf örugglega ekki að kljúfa mörg atom til átt að segja hvað lykilorðin mín eru en svo er alltaf hægt að velja eitthvað svona strong password sem kemur alltaf eitthvað svona ég ger alltaf nei að það er svo flóki, ég vind aldrei munna það en ámar að velja það Já, sko, ekki það að ég sé fullkomin í þessu heldur sko, en þú er eitthvað aðeins byndur við anyways sko, það gera allir mistök í þessu og við erum öll með þessi minnstur þegar við veljum lykilorð, við erum með þróa við lykilorð og sko, þú veist, ef þú trættur að missa hlutin, þá skaltu ekki gera þetta þá skaltu verja sterkar lykilorði eða þú getur komist hjá því sko. En þú veist að vera að segja er að nota lykilorðaskáp veistu hvað lykilorðaskapur er? Nei, ok sko, það er svona algjör mýta í öryggisbransanum maður predikar yfir fólki og segir þeim að þau verða að gera hlutin á þennan hátt annars er þetta óöryggur og vissulega er það rétt en það er engin svona venjuleg manneski að fara að lifa lífinu svona þannig að ég skulle segja þér að þú verður að vera með autoband, auðkenningarapp og lykilorðaskáp fyrir öryggustu lykilorðin just in case það er rosa auðvelt að segja að það er annað að framkvæma þannig að já, ef þú getur notað þessi lykilorð þegar þú hefur valum það þá mæli ég eindreið með að þú gera það ekki spurning sko já, af því að þú ert með minnstur eins og við öll í þínu lykilorðavali og það þarf ekki nema einn minnfísinn til að finna það sko já Sko, við förum aðeins í gegnum bara ferli, tökum bara mega einfalt dæmi, þú veist, segjum bara Birkir,
eða ég nota eitthvað lykilorð og svo fæ ég tilkynningu þetta lykilorð hefur komið fyrir í gagnarleika sem að ég fæ bara tilkynningu þegar ég er búið til næsta lykilorð sem bara sama lykilorð og ég nota alltaf og ég hugsa bara, hvað það? Nota bara sama lykilorð fyrir mainfísin aðalega þetta bara eitthvað sem að tekur hann kortir að fletta upp og þá hann bara komið með allt segjum sem svo einmitt að ég sé með þetta á Facebook og svo skráði ég mig á fullt af öðrum vefslóðum í gegnum Facebooki mitt hann þá bara all-in eða? Þá tekur hann yfir alla þjónustur á korteri er ekkert mál að þetta er alltaf, þú veist þetta getur verið mál en og stundum þarf svona step up þú veist þannig að þetta plata manneskina til að gera eitthvað aukalega þú veist Two-faktorinn já, two-faktorinn og vitið það til svona árásir sem virka ótrúlega vel sem bara svona MFA fatigue hafið þið heyrt það? Nei það bara þegar þú bombarda manneskina með nógu mikið af auðkenningatilraunum að endanum þú actually auðkenna þessu og það hefur sýnt sig að það virkar alveg ágætlega en svona eins og rafræn skilur ekki virka í dag accept nei. Það geti virkað þannig en við þurfum öll að læra svona árásir að þetta er alveg þing og ef einhver að senda margar innskráningatilraunar á okkur það er mjög óeðlilegt, það geti verið einhver að reyna að haka en já getur maður líka, sorry ef ég er að fara út allt hérna en eins og ég daginn þá fekk ég í Arjón og þá fekk ég fengið svona 5 sinnum var eitthvað gaurinn að taka kortinu mínu en það er sama eða? En það er eitthvað er ég komin á villigötu ég held reyndar að það sé kannski einhver búin að ná yfir kortanúmerið þitt voru þetta ekki netbanka minn? Nei, en ef einhver er komið með kortaupplýsingarna og þú fær svona push notification í appinu þínu það gefur til kynna að einhver sé búin að stela kortaupplýsingarna en ég myndi kannski tala í banka en þannig Þú kannski ekki vera ráða með Defend Iceland Herðu, ég þú veist Við getum verið með Defend Iceland podcastir endar Ég get samt alveg, ég er alveg til í að hjálpa þér að læra að finna öryggisveikleika Já, vá og Ég held að Leifur getur verið mjög góður í þessu Ok, ég er alveg til í að taka bootcamp með þér einhvern og kenna þér hvernig maður finnur öryggisveikleika Ég held að Leifur getur verið góður verktaki Stórkostlega boðið Ég ætla alveg að segja Þykja það Við erum með hann Guðmund Tvertram og hann Fanneyju Já, í hlutahófnum ekki Já, sem í hlutahópi okkur sem stofnuðu Keresis og þegar ég hitti Tvertram fyrst og ræði þetta verkefni að þá sýnda mér öryggisveikleika sem hann hafði fundið Í alvörunni? Já, og sem sagt þannig að mála það geta allir fundið öryggisveikleika sumir þeirra eru rosalega einfaldir og ég ætla ekki að segja að það sem hann hafði fundið hafi eitthvað super einfalt en það var samt cool öryggisveikleiki ég veit, þetta er úkslega nördalegt en veikleikin var að það sem tóa sem að kallar EDOR Insecure Direct Object Reference Ég veit, já sem þýðir basically bara að það skortur á réttindastjórnun á einhverjum aðgangi þannig að þú gast náði í gögg sem áttur ekki náði Áhugavert og mjög auðvelt að sannreina þennan veikleika af því að þetta er bara breyting á urli anyways, það geta allir fundið öryggisveikleika þetta er basically bara hvað maður að vera með augun opin fyrir Mjög áhugavert Hvað er gangverðið á eins og Leifur að tala að fara með okkur bara frá aðtilögu gegnum ferlið gangverðið á bara einfaldast, þú ert bara með þeir eru með 166 hakkar eða ekki á eitthvað snærum eða eitthvað, var ekki eitthvað slíkt? Já, ég er ekki alveg með tölunum Já, ég held að það veri 166 sem við einhvern senda Hvað er gangverðið á bara að fá getur þú bara að fengi hakkar eða bara erum við langar að hakkast? Ég get bara, ég þurfti að ná í tölunum mína en ég get bara sýnt nákvæmlega hvað average gjald sem við erum að borga fyrir öryggisveikleika er Máttu segja það? Já. Við gefum út mælaborðið okkar við ætlum að gefa það út opinbert, bara við erum ekki alveg en allir okkar viðskiptavinir og allir okkar heiðalegu hjakkarar defenders að þeir sjá það og ég held að þetta sé í kringum $1,000 Já. Það er svona miðgildið á veikleikum sem eru allt frá því að vera lítilsháttar eða engir veikleiki yfir í svona game over ástand eða mögulegt game over ástand svona krítiskir veikleikar sem væru myndi valda miklu tjóni ef þeir eru misnotaðir og svona lykillinn í þessu öllu saman er þú ert að spotta veikleikana áður en þeir eru misnotaðir það er valjúið í þessu fyrir alla sko, og þú ert líka að gefa fólki eins og mér sem eru ekki að þessu án leyfis
eða hafa engan áhuga að fremja glæpi leyfi vettvang til þess að gera þetta. Þú veist, þetta ekki leyfi sem vonduhakararnir myndi nokkuð tíma að biðja en það svona það sem, já, en þetta basically, það svona cirka bát svona 130-40 skall sem hérna afrið hjá okkur. Og þá eru þið líklega bara búin að meta hvað mun taka langan tíma að greina þessa veikleika og þá hann á okkur tímaköpi hjakkarinn eða eitthvað. Nei, þetta bara þannig að sem sagt, sko, þú fær borga fyrir leikinu sem þú vinnur. Já. Og sem sagt, þannig að þú finnur veikleika og þú sannar hann og þú sendir hann inn og hann fer í gegnum svona óháða nefnd, við kallum þetta trias og þetta er bara atvikastjórnun. Við metum veikleikan, þetta raunverulegur veikleiki, þetta að valda einhverjum áhrifum með hann og svo það bara undir höndunum á kunnunum hvort þið vilja borga fyrir hann eða ekki. Við komum bara með ráðleggingu ekkert meira það, þannig að allir veikli, við erum búin að borga held ég veit ekki hvað tölfræðina, held ég 50 milljónir sem við höfum borgað í fenguðu tölfræðina okkur eða? Já, meðan einhvers þar, já. Ok, en við erum hátt í 50 milljónir. Ég held að það var einn sem var búin að fá 5 milljónir bara sem aðver árið hjá okkur. Já, er það? Já. Ok, frábært. Einn hakkari ef ekki. Ég reyndar held að það var ekki hakkari áður. Nei. Hann var viðskiptavinnur hjá okkur. Hann var starfsmaður hjá banka og bara algjört legend núna. Já. Ef þetta hann að þá held ég að hann var einmitt að hafa með erindi á, við vorum hann að fremst á bekk svona klappstýri fyrir hann var alltaf erindi á þessari hakkaráðstefnu í Vegas. Bara hann kongur þarna. Já, bara þú veist, þetta svolítið kingmaker dæmi sko, en þetta bara pjúra meritocracy, þetta bara þú sannar getuna og hann sko algjörlega búin að sanna sína getu og flott hjá honum, en það sem náttúrulega valið við þessu þú veist, peningurinn koma frá kunnunum, þau ákveða að veluna þessa mannesku af því að þau vita að ef þetta hefði verið misnotað af einhverjum öðrum að það tjónin verið svo miklu meira fyrir þau, hvort sem þú horfið til bara businessin, að geta ekki stundar rekstur orðspor, þú veist, mögulegar sektir eða þvíunlegt af eftirlitsaðalum ef einhver myndi misnota þetta. Þannig að, þú veist, fyrir mig þetta fallett. Sammála því. Og akkurat tengi mig við mína hakkararætur og líka það að vonandi þú veist, erum að gera eitthvað öruggara fyrir vikið, sko. Hluti sem ekki talað þú veist, það ekki talað þetta. Þetta smá tabú. Þetta mjög tabú og líka, þú veist, það vill enginn sýna á sér veikleikamerki. Þú veist, kannski á ég auðveldra með það því að ég var kallað Teddy Strætó, þú veist, ég var 14 ára. Já. Að maður bara sætti sig við að, þú veist, við erum öll einhverja veikleika og í tækni þá þetta tabú að ræða þetta. En ég hef oft sagt líka, þú veist, bara ef við tölum ekki þetta, að þá þetta svona eins og, þú veist, það sprunga þvert í gegnum Grindavík og við erum ekki að ræða það. Þú veist, þetta svolítið ekki alveg kannski svolítið dramatist en þetta bara eins og með Heimlich, bara stendur í þér og þú fer inn á bað til þess að losa sjálfur í staðin fyrir að ég meina, menn geta alveg verið litlir í sér, þú vilt ekkert vera gæinn sem að lendi í phishing árás, skilurðu. Nei. Íttir á einhvern hlekk og svoleiðis. En við lendum öll í svona, þú veist, þannig að ég held að af tabúa eða öryggismál, þannig að þetta sé ekki, þú veist, í dag flestir hugsa mynda bara sem kvöð, eitthvað leiðilegt og það bara sannleikurinn en ef við náum að svona aftabúa þetta þá þetta kannski bara svona ekki að hefði dottið þetta í hug. Nei, einmitt. Og en samt, þú veist, hlutirnir eru öruggari fyrir vikið, þú veist, það já. Nei, ég veit ekki hvernig á að gera þetta nákvæmlega en við erum að reyna að gera einhvern veginn. Orka náttúrunar. Sko, við töluðum þetta síðast en 6 ári röð. Já, 6 ári röð, tilviljun. Can we play you every week? Já. 6 ári röð, íslenska ánægjumöðin. Leitið appisinguna litlum. Já, það nefnilega þannig. Sko, fun fact. Ég klæsti eins og bílið minn, það var ekki rafmagnsbíl. Já. Gjörsamlega mökkaðan, 3 bíla árekstur. Geimdan það og í nokkra dag á orkustöðinni upp á Perlunni. Öskjuhlíð. Já, það var Orka náttúrunar. Já. Að því ég vissi bara það var ekki hægt að hlaða þann bíl. Það var ekki hægt, en ef það hefði verið hægt þá hefði ég gert það hjá þeim. Já, líka ef þeir alveg verið rafmagnslaus og þeir eru að keyra úti og eru að hlusta á okkur að þá hægt að örugga sig með krakkana aftur í, þá getið þið lagt hann í Öskjuhlíðinni, það eru trampólín þarna og svona flottur hleðslugarður og nótið lífsins í leiðinni. Rétt. Dænótt. Harun Inga Tinna.
Já, og við konun okkar. talandi Hafnáttur Gallery, hún að kukka þar maður. Hún að kukka. Já, Er eitthvað sem má segja frá? já, ég náttúrulega QR-kóðnir, þá kom frétt það, það þarna algjör leikbreytir og svo eitthvað kíósk á leiðinni þarna og svo nú eitthvað að tala smárlendina líka. Nýja mataldina þar í nóvember. Það eru rosalegi hlutir í gangi og þetta gott að geta bara fundið staðan úr leitni. Já. Laust. Laust eða ekki. Ekki mæti svo trúður. Ég ánættur ekki panta borð en laust hjá okkur. Talandi stað sem að þú þarft að bóka og helst með fyrirvara. Hard Rock. Hard Rock. Já, það eru færri sem komast aðeins vilja. Já. Og þetta nú samt reisu mikill staður, þetta er stór staður. Risa staður og ég meina Þetta bæjarins. Þessi þáttur að fara að koma út á miðvikudegi, það er hamborgaradaga þá, 1990 kall, þú veist, það er verið að gefa þetta, það er happy hour alla daga frá 4 til 6, líka fullkomin tími, þetta er bara geðveikt. Eitt prýting fyrir ef þú ert að borða. Wow. Þú líka bara fengir. Ég myndi reynda bara að hamra að borða Hard Rock, sko. En ég segi bara að þú ert í bænum, já, bara ég fer ofta að ná að borða ekki, sko, bara í drikk, sko. Já, bara fyrir andan það líka, sko. Já. Góður andi. Höstrand. Já, það er okkar menn. Já, ég veist það agalega gott. Ég er svolítið í sjöunni núna. Sjöunni, já. Já, svolítið í sjöunni núna. En svo er þeir auðvitað með heilsfjölkin. Það er nýtt. Það er brautryðandi, sko. Já. Engiferinn og Rauðrófusafinn og þau kom í stöðluðum stærðum þannig að þú getur bara hendur sér segjum á sérst ekki með forlátt stofustafs að borði glæsilega höstrandvél þá getur þú þá þarftu náttúrulega ef þú þarft ekki að rífa þig í gang en það færi vel á því að þú myndir sækja þér eina huggulega vel en einhvað síður, ef þú ert ekki með eina slíka þá getur þá samt skellt Rauðrófu eða engifer jáfnvel matcha hilki í Það er ekkert koffín í þessu. Já. Það eru þetta bara byrja daginn að þessu, það hljómar ágætlega. Og mennilegt, fá engifer skotið bara rjúkandi heitt, bollaðinn. Lengjan. Já, ég sett á Chelsea í gær, á sunnudaginn og það þarna datt náttúrulega ekki en Þú styrti við Íslands íþróttalíf? Já, neða, ég vann einhvern daginn samt. Káir að fara að spila eftir, blikarnir niðri. Já, ég ætla bara að segja núna að því að þessi þáttur er tekin upp áður en að Káir spilaði fram. Já, hann er að byrja. Ég vann slatta pening á þeim leik á að hafa veið á Káir. Já, ég slæði bara först sér með lengjunni. Já. Eina sem er leiðilegt við það er að það taka íslensku íþróttaliði. Íslensku íþróttaliði. Þú leggur bara aftur inn. Rétt. Já. Svo þetta skattfrjáls líka, gleymist. Mér langar að spyrja þetta þegar við erum búin að fara yfir sko social engineering og síðan hins vegar bara mjög einfalda mynd gagnarleiki, þar er einhver leikilorð og síðan vorum við að tala bara að þreita einhvern treinlega sko, en mér langar að spyrja þig ef þú gæti gefið mér, þetta er opin spurning dæmi það kannski eitthvað skemmtilegt dæmi það hvernig var hægt að hakka aðila eða kerfi eða eitthvað sem að þú kannski gert sem að hefur ekkert að gera með mannlega þáttinn á kannski mannamáli sem er röglega mjög. Já, það er sérst búið að tilkynna 700 og 50 veikleika til Defend Iceland og þetta eru veikleikar það sem maður kallar exploitable veikleikar sem er hægt að misnota eða væri hægt að misnota og nánast allir þeirra enginn þeirra treystir á mannlega þáttinn af því að það er bannað í Defend Iceland phishing, social engineering er ekki leyfilegt í okkar villu með vilja hins vegar það eru nokkri veikleikar sem treysta á mannlega hegðun til dæmis það til árás sem heitir password spraying og eða credential stuffing Hafið heyrtu þetta? Nei. Ok, þetta er segjum að setja svona þetta er svona flokka sem tæknilegir öryggisveikleikar eða öryggishættur og það eru til ótal svona típur af þannig þú veist, þetta er svona tegund af jarðskjálfta eða eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki hvernig á líka þessu við, en þetta er bara mjög algeng aðferð við að brjótast inn og það er alveg töluvert af veikleikum hjá okkur sem hafa verið af þessum toga. Þetta er raun og verið þannig að ég er að fara að hakka eitthvað fyrirtæki og þeir eru með einhver hugbúnaðarkerfi á internetinu og þegar ég sé einhverju vefsíðu hjá þeim þá sé ég login form þið þekki þetta, þegar ég loggi ykkur inn og eitthvað þýðinleitt en það sem hakkari sér, hann hugsar hver notar kerfið og hann eða hún
safna að sér upplýsingum þá sem er að nota og þar með tali gömlum lykilorðum þeirra eða mögulegum lykilorða minstrum þeirra og segjum að þú heitir Jói og þú ert kerfistjórinn hjá þessu fyrirtæki og ég veit að ég er að reyna að logga mig inn sem þú þá finn ég kannski 10 þekkt lykilorð sem eru til þig úr þessum gagnarleikum og og ég ætlar að setja þau inn í svona slembitöluvél til þess að búa til svona fullt af lykilorða möguleikum segjum kannski 400 miljón lykilorð sem ég bý til einhverju svona það sem ég myndi kalla orðalista og svo keyri ég bara lítið forrit sem ég smíða sem prófar kannski 1000 sinnum á sekundu þitt notandanafn sem kannski e-mail eða bara Jói þangað til að ég fæ Mats og Matsið ég komin inn þá ég kannski komið fulla stjórn þetta væri svona einn veikleiki sem tæknilegum toga sem ekki að, þú veist, það ekki social engineering en sko, ég get farið út í alveg ótrúlega tæknilega öryggisveikleika til dæmis við fengið mikið af svona umkóðunar veikleikum ég veit hvort að það segir ykkur eitthvað en þegar til dæmis að taka móti gögnum sem segjum úr með app og það að tala við einhvern bakenda og það gert í gegnum það sem að kalla serialized object sem raun og veru bara notum einfalt dæmi bara ég veit þetta aftur að vera leiðilegt segjum þetta sé JSON strengur og það eða XML þekkir það? Já. Ok í bakendanum á bakendanum og hugbúnakerfinu segjum þetta sé einhver banki þá er þessi umkóðun XML umkóðun þá hún afkóðuð af einhverjum túlk eða parser þessi parser getur innihaldið ógrynni af öryggisveikleikum allt frá því að vera veikleiki þar sem ég get kannski lesi skrár á disk yfir í það keyrt stýrikerfaskipanir eða sendt fyrirspurnir og stundum þetta nýta svona veikleika til þess að bara brjótast beint inn á stýrikerfið á bakenda þjónustulæginu og í gegnum svona túlk þetta mjög algengi svona veikleikar hjá okkur og þeir verða rosalega nördalegir og skemmtilegir mjög fljótt en já þetta svona eitt dæmi og svo það sem kallað, veit ég hvort þú þekkir SQL injection Nei, þú missa með það okay, þá raun og veru getur þú innspýtt í öllum hugbúnaði þá þurfum við að treysta á input frá notandanum og sem sagt ef þú treystir því of þá eru til alveg risaflokkur af öryggisveiklingum sem heitir innspýtingar veikleikar injection vulnerabilities sem mjög algengi veikleikar og einn af þeim SQL injection SQL injection stendur fyrir raun og veru þegar þú getur innsett gagnagrunn skipanir í gegnum user input og fyrir hackara þá það keys to the kingdom því að þá ertu bara komin inn í gagnagrunnin og þú getur bara select fyrirspurnir eða þú getur gert alls konar óskunda og meðal annars soga öll gögn út ég held að þetta svona ein þekkt af svona tegundunum misnotkun á þeim veikleika er að soga bara öll gögnin úr gagnagrunninum út það sem að kalla data exfiltration þannig að já, það endalaust og svo þú veist cross-site skrift, það svo marga tegundur af veikleikum til að þú veist, ég veit að mér finnst þetta ógeðslega spennandi en ég veit að það er rosalega erfitt að gera þetta aðgengilegt. En í grunninn, sko, frá því að við erum að tala bara 0,02 kilobæt á sekundu internethraða bara fram til dagsins í dag, þetta er ekki íkja mikla breytingar, þetta eru stigsbreytingar, ekki eðlisbreytingar eða hvað? Þetta eru stigsbreytingar og ég meina HTTP sem raun og veru internet, vefurinn eins og við þekkjum hann var til þá og prótókollin sjálfur ennþá stuttur, þannig að internetið, þú veist, þetta eru bara framþróun af sömu tækni og jú, þú veist, þannig að já þetta eru ótrúlegt en satt ennþá svipað típur af veikleikum og voru þá, sem alveg ótrúlegt að segja en það er bara því að, þú veist, undirliggjandi tæknin og bak við internetið frá, þú veist, 1960-70 og það er bara allt þetta makeover sem hún búin að fá
í gegnum árin sem hefur breyst og þannig að ef þú lærðar að hakka þú veist fyrir einhverjum 30 árum síðan þú ert þá mjög current að mörguleiti í dag sko, og merkilegt já, það svolítið merkilegt sko, en já, þú veist þess að segja eins og flórana í okkar svona hakkarahóp ótrúleg, þú veist, það afi hann inni sem bara hann geggjaður hakkari og hann fara alveg unbelievable veikleika og svo hann mjög ungt fólk líka sem með allt öðruvísi tegundra veikleikum og það því að áherslunar eru ólíkar þannig að, þú veist, mér finnst gaman að sjá það þú veist, ég alveg líf og hræðist í þessu og fæ svona þú veist, eins og ef við tökum skák þú veist, það sem er verið að fara um einhverja geggjaðan leik og þú veist, þetta það sama fyrir mig sko. Þú veist, ég man eiginlega basically alla veikleika sem ég sé á mínu ferli og það því að þú veist, það var einhver svona tilfinning sem ég fekk þegar ég fór í gegnum veikleikan og já klart, sko talað höfuðleiður og þetta orðsporsbransi sko stærstu áskorunar á þínu ferli viltu segja hlustendum hvað öflugasta kerfi sem þú náðu að brjótast inn í? Ég get ekki sagt það sko en ég get svona í að því að það er fyrir amerískt tæknifyrirtæki Já, orðar á guttunni að hann hætti ekki Facebook og Apple og... Ég ætla ekki að tjá með það en ég hef unnið fyrir mikið af þessum tæknifyrirtækjum í Bandaríkjunum á mínum ferli og svona, þú veist, ég get talað eins og Dropbox af því að þeir byggur til stöddi þetta, eða ekki? Já, þeir tjáðu þessu veikleikanna því að veikleikin var að þessum toga af því að, þú veist, ég horf á makkaðin og ég hugsa bara I did that og já, svona stærsta höfulegri ég veit það ekki, sko, þú veist ég hugsa meira exploitan og mögulegan áhrif veikleikana, þú veist ég hef getað hakka basically alla makka í heiminum með veikleikanum minn þú veist, þannig að það er svona þú veist, þetta er svona ákveð hakkar eru náttúrulega bara að fá svona valdatripp svona í haustum á sér en já, mér fannst mjög gaman að reyna að hakka Dropbox og það gekk mjög vel en sko, ég ætla samt alveg að viðurkenna að eftir ég var búin að komast inn að þá náði öryggisteymi þeirra mér mjög fljótt og sem bara rós fyrir þá og allt það sko og en já, ég hef gert ýmislegt sem bara, ég veit ekki hvað mátt segja frá líka? Já, þess að af því að vorum tala um þetta fyrir þátt fyrirtæki vilja ekkert vera að gefa út ofnbærlega að sé verið að ná að hakka sinni eða sérst búið að finna ykkur veikleika Nei, og oft, þú veist, kannski flottustu hluti sem ég hef gert á mínu ferli hef ég aldrei getað talað og það er bara því að það eru viðkvæmt að fólk upplifir það sem svo viðkvæmt ef þú sýnir öðrum hvað var hægt að gera eitt sett fyrir voru það, þú veist öryggisveikleiki sem hefur verið lagaður það er ekkert, það er bara jákvætt í mínum huga og já, ég meina ég bara gerði ýmislegt þarna í Bandaríkjunum sem ég fannst mjög krefjandi og erfið verkefni það sem maður situr, þú veist, vikum saman basically allan sólarhringinn og svona rembast við að komast fram hjá öryggisteymunum þeirra og svo þegar að texta þá var það eins og maður hafi unnið eitthvað og rass er alveg rosalegt Er það rétt að kóði frá þér hafi verið notaður líka hjá NASA? Já það er endar sko það var ég var ekki að vinna fyrir neitt þá sko, það var bara að þegar ég var komin af svona mínum berskubrekum þá var ég ennþá samt í þessum hakkarahópum ég var til dæmis í þá sem minna þetta Napster og þá var einn af þeim sem stofnaði Napster hann var meðal annars meðlumur í nokkrum af þessum hópum en allavega að já, ég skrifaði forrit fyrir öryggisveikleika í Linux-stýrikerfinu og ég bjóð til svona frekar öflugt forrit, exploit sem bara til að sanna hversu góður ég var með að jafningi en þetta lag eitthvað út og svo var þetta allt í einu búið að innlima þetta inn í internetorm sem hétt Ramen ormurinn Þó líka að það gerist
þú líkir þegar það gerist og hann var notaði til að hakka bara basically nettjón út allan heim, meðal hans NASA. Já. Þannig að þú veist, ég gerði ekki neitt en mér fannst það áhugavert að væri nota og og líka svona svolítið svona, wow, heyrðu, ég þarf að passa mig hvað ég geri við þessi forrit mín. Ég get ekki verið eitthvað bara að droppa þeim óábyrgt. Já, og þá ertu kannski bara að gefa öðrum vopn eða tól til að já. Það sem maður myndi kalla script kiddies eða eitthvað svoleiðis, þeir sem eru kannski svona neðar í fæðukeðjunni. Já, ég meina eins og ef við notum skák eftir, það er fullt af fólki sem spila skák og er að nota cheat sem til að fá hverju næsti leikur eru til að, ekki stokkfiss eða eitthvað svoleiðis. Já, klárt. Að sama, þú veist, þeir sem eru svona script kiddies eru í öryggisbransana, þeir sem eru að brjótast inn, þú veist, með forritum annara. Og það byrja mjög, þú veist, ég byrjaði þannig, þú veist, þarna þegar ég var að stíga minn allra fyrstu skref. Get ég bara að fara núna netið og fundið þín forrit eða? Eitthvað af þeim, já, ef þú veist að hverju þú ert að leita, en ég hef ekkert verið að eitthvað gefið út eða neitt svoleið, sko, ég er ekki með GitHub fyrir þetta eða neitt þannig. Þetta er mín forrit, en þau eru til að einhvers þar. Já, ég veit hvað GitHub er. Ég veit hvað það er. Já, ef þú vilt finna þetta og þá er það seglpd.c, þetta er C-forrit. Já, skrifa þetta hjá okkur. Það er eitt sem ég langar að taka því að við leifurunum heimaðurinn fyrir þátt, sko, þessi smartwatch hjá krökkunum. Já. Það var 300 krakkar í Íslandi sem voru með þetta á þeim tíma eða eitthvað slíkt. Já, sem sagt, sko, Matarheim, þetta var sem sagt verkefni sem Syndis, sem eitt af fyrirtækjunum sem ég stofnaði, vann í samstarfi með Neytendastofu. Það var starfsmaður hjá Syndis-strákur sem heitir Hjalti Magnússon, sem við erum að veru, sko, öryggisúttektir eru rándýrar og þetta er eina af ástæðunum fyrir því að ég er með villuveðigátt, er að öryggi er of dýrt og en með Neytendastofu þá var það bara þannig að getið þið sagt okkur hvort þessi öryggisúr fyrir krakka séu örugg eða ekki. Og náttúrulega fyrsta sem maður segja, það er öruglega mjög örugg tilfinningin. Já. Og þú veist, þetta er hræódýrt, fjöldaframleitt í einhverju landi og en Neytendastofa á þessum tíma spurði hvort við getum tekið þau út og við gerðum bara svona basically pro bono verkefni með Neytendastofu þar sem við tókum þessu úr út og kom svo bara í ljós að fullt af tæknilegum öryggisveiklingum og ef ég útskýri veiklingan að þá var það bara forritsviðmótið API-ið var aðgengilegt án auðkenningar. Þannig að öll úrin voru að tala við einhverja Amazon þjónustu án auðkenningar. Já. Og þarna voru að vera að setja öll GPS-nit inn, alla kommandir voru stýrt þarna, þú veist, eina sem þú þurftir að vita var bara eitthvað raðnúmeri sem var bara bókstaflega raðnúmer á úrinu og þú veist, þetta var rosalegt hvað var átt að gera það sem að Hjalti sýndi fram á þannig hjá okkur í Syndis og já, það voru 300 krakkar á Íslandi notuð úr og þú veist, það var að rekja í rauntíma. Hræðilegt, sko. Og þetta leiddi til ástæðan fyrir, þú veist, öryggismál geta verið skemmtilega er að þetta leiddi til þess að veist, þessi úr voru innkölluð alla Evrópu og ég man ekki, veist, þetta er náttúrulega fullt af fyrirtækjum sem voru að selja þetta. Ég man ekki, þú veist, Elko og ég veit ekki fleiri sem voru með þessu úr og þannig að já, þú veist, það er alveg fullt af svona dæmum til og af því að það eru öryggisveikleikar í öllum tölvukerfum, tölvubúnaði og ef hann er nettengdur í better believe it, sko. Já, þá þarf maður að passa sig. Já. Þetta var samt vel gert hjá okkur. Sko, þú ert að tala um Syndis og annað fyrirtæki og það líka Adversary og svona núna Defend Iceland. Já. Getur bara rakið með okkur, sko. Svona frumkvæla. Já, meira kannski bara, hver er kannski bara eðlismunurinn á þessum 3 félögum? Já, ok, þess að Syndis, við stofnuðum það í byrjun árs 2013 og konseptið þar var að öryggisinnaðurinn er svona selja svolítið mikið af einhverju prumpi þannig að við vildum gera eitthvað nýtt og öðruvísi og það var draumurinn og að við gætum búið til á Íslandi bara geggja netöryggisfyrirtæki og heldum okkur bara að tekist það mjög vel og það eru rúmlega 50 manns að vinna hjá Syndis í dag og þetta er fyrirtæki sem veitir svona heilsteyptan
netöryggisþjónustu. Origo á þá nú ekki Skygnir, já. Já, gamla Origo, já En já, þeir eiga það og þarna alveg úrval bara frábært fólki í netöryggi að vinna á ýmsum sviðum þess. Því þetta frekar breytt svið og það kemur fólki á óvart. Þetta allt frá, þú veist, reglun, það sem að kalla stjórnkerfið, yfir í, þú veist, árásarprófanir og öryggisúttektir, yfir í eftirlit og viðbragð. Að yfirleitt þegar einhver hefur verið hakkað stórkostlega á Íslandi og það hafa verið margir kannast við þessi dæmi, veist, HR og fleiri, að þá yfirleitt hringt í Syndis. Og það út af þessari viðbragðsþekkingu sem til þar. Þetta sérfræði þekking sem þarf að hafa og sem sagt, þegar við stofnuðum Syndis þá var svona draumurinn var að stunda nýsköpun að vera svona inkubator fyrir netöryggi á Íslandi sem ég held að bara tekist líka prýðilega og eitt af svona nýsköpunarverkefnunum sem við fórum í fyrirtæki sem hét Adversary eða Moterry og þar var hugmyndin að kenna forriturum að hakka því að það var sniðugt þú veist og við fengum styrk frá Tækniþróunarsjóði sem bara fjármagna okkur skattgreiðendum og og ekkert lítið sem sett í Tækniþróunarsjóði eða Rannís og við fengum þar 45 milljón krónur styrk 3 ára styrk og sem endaði svo í því að það fyrirtæki keypt af ástralsku netöryggisfyrirtæki Secure Code Warrior og enn með starfsemi á Íslandi. Þannig að það var bara fínt exit en svo stofnaði ég Defend Iceland. Ertu nokkuð að vera í samkeppni við Syndis með Defend Iceland? Já, þú veist, það fyrir þetta í hvernig þú horfur á það sko. Þú veist, þetta villiveðgátt og nei svari, en þú veist, það alltaf hægt að segja í öryggisbransunum að þú ert að keppa share of wallet því að það basically, allan á Íslandi þetta þannig að þú aðilar kannski erfitt með að gera greinamun á mismunandi þjónustum í netöryggi en það ekki viljandi samkeppni eða má orða það þannig sko. Þetta miklu meira hluti sem geta unnið saman. Klárt. Sko, þetta svo áhugavert bug bounty plattform, þetta sem við erum búin að tala hérna í kvöld sko, ef þú ættir að koma lifturæði eða söluræði á þá sem eru með fyrirtæki að núti sem að hlusta af hverju þetta svona mikilvægt? Þetta eins nálægt vondahakkaran og þú kemst líkir eftir raunverulegu netöryggi án þess að vera glæpsamlegt. Þú veist, þetta þú veist, í mínum huga þetta svona eins og ef þú ætlar að stinga haustum í sandinn, bara alltaf leið. Þú veist, en þetta svona akkurat andstæðan við það. Þú færð bara ekkert mikið magn af veikleikum, en þú færð þá veikleika sem bóndafólki gæti nýtt sér. Og það sem ég kallaði í mínum bransa exploitable vulnerabilities. Þannig að ef þú vilt vera þar þá það partur af öryggisvegferðinni. Ég hef aldrei nokkuð tímann haldið fram að þetta sé eini parturinn og mun aldrei gera það. En ekstra mótilega eitthvað þannig að fyrirtæki fara í áskrifti á okkur eða þetta bara one-off deal þar sem þið komið á lagi og tala áðan bara þetta eru veiklingar sem við fundum og svo eru bara að segja nara? Þetta skrift á þjónusta, þú borgar áskrift og svo ertu með velunapott og velunapotturinn hugsaður þannig að ég bara búin að ákveða það að ég verði hakkar og ég ætla að taka fram sum aðeila bara alveg ótrúlega erfitt að finna veikleika hjá og það gott það því að fjárfestingin að virka vel en í öryggismálum en það finnast alltaf einhverjir veikleikar og þú bara ferði í verkefni með það fyrir augum og þú ætlar að styrkja varnirna með því að finna öryggisveikleika og það sem við erum kannski að reyna að gera að alltaf þegar þú borgar fyrir veikleika hjá okkur segjum að þú setja einhver banki og það finnst kritísku veikleiki og þú ætlar að borga þessum heiðarlega hakkara 500 skall fyrir að hafa komið í veg fyrir mögulegan öryggisbrest að í ofanlag þá eru okkar kúnar allir að setja inn í samfélagssjóð sem hugsaður fyrir góðgerðarfélög og mjög litla aðeila sem hafa ekki efni á góðum öryggislausnum og þannig að
þannig að bankin myndi setja 50.000 krónur aukalega sem svona umsýslugjald já. en þeir fagnaði, menn að flestir á okkur kunnum þegar þeir borga fyrir veiklingarna þeir eru, oh my god, gladir af því að þú veist valkosturinn væri svo slæmur ef einhver hefði misnotað hann. Er þetta ekki bara smá eins og að vera tryggður, það er eitthvað of seint ef þú ert búin að lenda í bílslýsinu sko og ætla þá að tryggja bílið sko. Svolítið, kannski sko, þetta er allavega partur að því og þannig að já, og það er það sko og líka ég allavega er að vona það eins og með samfélagsjónum að það að ég sé að láta hakka mig af því að við tökum þátt í þessu líka sem að Defend Iceland er ekkert undan þegar því það veikleika fundist í okkur líka já. Og einn alvarlegur hann var alveg töff sko en fannst þú hann eða? Nei, líklega ekki það var einn af okkar heiðalegu hökurum sem fann veikleika sem var bara mjög cool og eitthvað sem við sáum ekki fyrir og bara flott ég held að við höfum borgað 200.000 kall fyrir þann veikleika, hann var það alvarlegur og við settum þó 20.000 krónur í samfélagsjóðin líka og 200 kall, mér finnst það ekki hljóma það mikið sko, en það var alvarlegur það var alvarlegt í okkur sko, hann fekk high severity krítist er það versta sko, þú veist, þannig að það er en við erum búin að safna 5 milljónir í eina samfélagsjóð það er ekki lítill peningur og þannig að við erum að vonast til þess að opna á hann núna bara næstu mánuðum þannig að ef það er einhver góðgerafélag núti þá getur haft samband við okkur og þú þarft ekki að borga fyrir villuðugáttina og fara aðganga að þessum samfélagsjóð og hann virkar þannig að ef að ég segjum þetta væri eitthvað góðgerafélag og það finnst veikleikjar og þau eru ekki borga neitt áskriftagjald er að þá getur hakkarinn fengið borgað úr þessum samfélagsjóð fyrir veikleikan og okkar hakkarar þetta er ekki bara framlög frá kúnnunum okkar heldur hafa verið frálsframlög 1/4 af þessari upphæð kemur beint frá hökurunum okkar bara frálsframlög af þeirra eigin tilstöðum, við vorum aldrei að biðja það bara einn Pavel, ef þú ert að núti það var svo sem byrjaði það þegar við vorum að keyra þetta af stað í mars í fyrra að bara, get ég gefið hluta af mínum velunum í samfélagsjóðin og nú er það bara á okkur að actually koma honum í loftið og af því að við erum búin að safna þessu pening og með því að okkar kúnnar hafa verið að gera sig öruggari og núna þurfum við bara svona af því að það sem kannski vantar inn í þetta er að við fáum fullt af veikleikareports sem er hjá aðilum sem er ekki kúnnar hjá okkur það er bara einhver, ég rakst á þennan veikleika hjá þessum og þessum Eru þá heyrið því fyrirtæki eða? Við sendum þeim það sem við kallum responsible disclosure þetta getur verið hugbúnað þróunarhús þetta getur verið viðkvæmstofnun þetta getur verið alls konar en stundum þegar við gerum svoleiðis að þá er okkur hótað Hótað? Já, að því að það er ekki allir sem taka vel í það að láta vita öryggisveikleiki sem hugbúnaði alveg eins og ég var kærður þegar ég var unglingur að þá eru aðalar núti sem taka illa í það og við erum nýbúin að gangi í gegnum mjög erfiða upplifun með breskufyrirtæki sem ekki hóta ekki bara okkur heldur okkar kúnnum og með kæru og er að vísa í það sem er kallað Computer Misuse Act og við þurftum að vera í samskiptum við netöryggissteymi íslenska, þetta er Certis sem talaði við netöryggisstofnun Bretlands til þess að reyna að koma vekk fyrir það að við erum kærð bara fyrir það að auka öryggi þeirra kæra og þeirra viðskiptaðina þannig að við erum alveg að tefla ákveðni línu smá jarðsprengjusvæði svolítið jarðsprengjusvæði og en þau sko þannig að við erum að vona með þessum samfélagsjóð að þá svona einhvern veginn náðu við að lyfta þessu upp á yfirborðið að það verði eðlilegt að tala um öryggisveikleika og öryggishættur en það voru bara komið ljós hvernig það fer sko þú heldur betur búin að lifa og hrærast í þessum heimi myndirðu hvetja unga hlustendur sem er að hlusta eða bara einhverju sem eru í einhverju millipils ástandi eða midlife crisis að prófa fyrir sér í hakkarheiminum? Já, og ég held að villuveik átt sér perfect leið til þess af því að þetta er fullkomlega, það eru reglur og það eru umfang þú veist hvað þú mátt prófa og hvernig og það er samfélag sem er tilbúið að hjálpa þér
að fara að taka fyrstu skrefið, þannig að ef það einhverjum úti sem svona, ég segi svona grunnurinn, þú ert að hafa tæknilega þekkingu þannig að það svona skilyrði þú ert ekki að vera þú ert ekki endilega að vera forritari sko, eða kunna forrita það nóg bara að þú veist, vera með þetta gagnrýna hugafar það svona lykillinn að ég að hakka í mínum huga að leyfa sér að efast alls konar hluti og prófa ein rosalega auðveld leið til að athuga hvort maður finni öryggisveikleika að þegar þið eru að horfa á adressubarinn í urlinn ykkar þið sjáu tölu horfa það svo töluna ef hún lítur út fyrir að vera raðnúmer og þegar ég segi raðnúmer þá er að tala sem byrjar í einum og fyrir svo hækkandi og sagt, ef þið prófa að breyta þessari tölu getur maður breytt yfirtölun sinni? Þetta er ekki yfirtala, þetta er bara tala í urlinu í raun og veru segjum að það sé 236 ef þið prófa að breyta hana í einhverja aðra tölu og ef þið fáu upplýsingar einhverjum öðrum þá er þetta ótrúlega algengt tæknilegur öryggisveikleiki. Þetta gæti verið upplýsingar sem var ekki ætlunin að væru aðgengilegar. Ég ætla bara að nefna að því að þú veist, það er nýlega fallið dómsmál það sem persónuvernd á móti landlækni það sem veikleiki af þessum toga hafði fundist með mögulega alvarlegar afleiðingar. Hann var tilkynntur ábyrgt og lagaður en þú veist þetta til í öllum hugbúnaðarkerfum. Þannig að þetta var eitthvað svona sem ef einhver að núti að vill spreita sig að þá var þetta auðveld leið til að byrja sko. David Jones. Herru, þú ert með eitthvað Herri, já. Góðgætið þarna. Sko, nú er ég búin að vera að japla aðeins á mango chili twist. Jú, ég andaði hann með mér. Og hitti kóngin í dag. Hitti auðvitað Freyserinn í dag, kom með sendingu, risastóra sendingu. Mango chili twist. Mér langar aðeins að segja ykkur frá þessu sko. Þetta er ekki döðlur. Magnað fyrirbæri. Þetta er svona þurrka mango með chili, alveg svo mókast úr hillunum. Það var bara, sagði mér sko, hann þurfti að hafa fyrir því að fá þetta til landsins. Krónan ekkert mikið að fella þetta. Það hef ekki undan að framlega þetta. Nei, Krónan held ég að hafi selt einhver 100.000 eintöku í vikuna. Það fer bara David Jones póki að fara í logoði hjá þeim sko. Þetta er bara ruggla dæmi sko. En ég er ekki að grínast með mango chili twist. Þetta er bara þurrka mango með smá chili. Þetta er svo juicy sko. Juicy. Já, pældi líka að taka út snakkið og hvað farið þetta maður. Já. Það myndi ekki að léttast svona 10 kíló. Svo er þetta líka með passion frutti. Já. Og svo náttúrulega klassísku döðlunar líka bara. Já. Söpvi. Já. Stjörnumáltíð, fjölskyldu tilbúð, barnaboks og kökurnar sko. En kökurnar að Subway eru helviti. Ég vil bara segja það, ég fer sjaldnast í tilbúð. Ég bara að því að þetta er svo ódýrt líka. Ég er að borga 2,4 fyrir, það er 2,4 og endalskara með því. Já, alltaf ferska og síðan alla sólsönnar og öll kryddið. en trixi er að byggja meitt í einu sko. Já. Það bara getur við ekki þetta, getur við ekki næsta. Ég sé alltaf nóg að hala penjói. Já. Helviti gott. Og svo, ef þú vilt láta degra við þig Doritos. Já, það er reyndar, já. Þú getur beðið að milja Doritos yfir en líka sko, ertu til í að saxa jalapeno? Já, það er. Já, breytið það niður fyrir því sko. Ég hef ekki þórað að spyrja. Frumeri, allir með 8 í endasta. Já, þú heyrir nú hvernig Einar Þorsteins talaði um Ára Hlöðus, hann sagði bara hann er heilina bak við Ástísi og margir tala um það. Menna frumeri, allir að drífa sig í skoðun, allir með 8 í endastaf. Þetta verðum við að þakka frumeri fyrir að halda gotunum örg. Heldur betur. Það eru þeir sem að bera ábyrgð á því að allt sé í lagi tipp-topp. Kemi. Eru það að styrkja enska boltan? Já, þeir eru að fara ykkur enska boltan. Já. Og við erum með þetta með vöruvikurnar frá Kemi. Hvað erum við að tala um í dag? Það er rafluðu drifin úðakútur, Max Shine, 2 lítra. 2 lítra, hvað kostar hann? Skjóttu. 5 ári. Það er 14.950, það er sléttal í dag. Já, er lítirinn á 7,5. Já, ok, já, ég var að tala, sorry, ég var eitthvað komið fastur lítraverðinu. Og með afslættum sem ég er með. Eagle golferir. Já. Við erum eitthvað byrjaðar að plana núna. Við ætlum að fara í eitthvað skemmtilegt. Það er líka sem er svo skemmtilegt með Eagle sko. Þú veist, það er virkja samtalið. Og þú líka að segja þeim bara hvað, þú veist, þú getur fara að sko ferðina þeirra, en þú getur líka bara sendt á þá. Erum við langar að fara í kannski, eins og ég kemst ekki til Thailands í 19 daga, ég á fjölskyldu, en getið þið kukkað eitthvað handa mér sko? Bara nákvæmlega það sko. Bara að hafa samband. Það er ekkert mál að hafa samband, taka spjallið. Þeir eru líka með bestu dílana við öll flugfélögin, öll hótelin, þú veist, þú bara basically bara ef þú fættir útlanda og ert með gólfkíli með þér, heyrðu þið þeim?
ungir ferski gæjar, skemmtilegir. Já, mjög. Og mér langar að koma með einn snúningsbolta hérna í lokin, kannski ekki beint tengdur þessu, en bara í sambandi við gervigreindina og auðvitað búin að vera svakalega framþróun á því sviði síðustu ár. Og það talaði AGI á næstu árum, Artificial General Intelligence og ASI, Super Intelligence. Sko, mér langar að setja þetta í þann búning, sko, er þetta eitthvað sem að þú hefur áhyggjur af og ekki kannski í fyrsta lagi út frá hakkara sjónarmiði og þá rættnum sjónarmiðum fyrir hinn meinfísna hakkara og hins vegar bara sem heimur, við erum auðvitað að sjá heimsveldi Bandaríkjanna einhver liti standa höllum fæti gagnvart Kína og einhver að tala um kaldastríð og einhverja keppni sem að mun kannski leiða til þess að gervigreindin verði meðhöndluð af óvarfærni og hvaða afleiðingar það geti þá haft fyrir okkur sem bara heim. Já, og ég fyrst og fremst sé ég bara tækifærin í þessu. Þú veist, það er fyrsta. En svo náttúrulega sér maður hinhliðina og það er náttúrulega klálega hægt að misnota þetta eins og öll mannanna verk. Þannig að þú veist, það eru sko bullandi öryggisveikleikar í þessu by the way er að sem sagt þannig að ég hef alveg fulla trú á því að þetta verði sko alveg mölbroti hægri vinstri og það verði öryggisveikleikar í öllum þessum módelum sem hefur verið að gefa út og það er að finnast veikleikar en sko eins og með fyrir hakkara það eru náttúrulega yndislegt fyrir svona social engineering að plata fólk. Það er að fara svo langt. Við erum að tala þú veist, því það getur sjálfur, það er að herma rödd og það er að herma andlit og nánast í rauntíma í dag. Myndbönd líka og annað bara já. Og sko, gróskan í netöryggisbransanum í kringu þetta er ótrúleg. Nú var ég hérna í Vegas, sko, það var verið að keppa í þessu. Þannig að þetta er rosalega spennandi. Þetta er líka pínu skeri, sko. Þú veist, ég sjálfur þekki það líka bara úr öryggisveikleikum. Er að þarna ertu með deep blue moment potential. Að og það er margir að vinni. Ef skilji hvert ég er að fara. Það er deep blue? Já. Já, sem vann Garri Kasparov? Já, þú veist, sem vann Kasparov. Já. Og fyrsta tölvan til að vinna í 98 eða eitthvað. Já. Og er hún ennþá að lifa góðu lífi? Nei, en það sem ég er á við ég veit, kannski var þetta ofnördalega þannig. Nei, ég er ekki mjög klár, sko. Það eru ekki allir aðri skilir þetta, sko. En sem sagt, sko, nei, alls ekki. Ég veit ekki hvað ég er að hugsa. En sem sagt, sko, að það kemur upp svona moment það sem gervigreindin er betri en próhakkari. Og við erum að vinna okkur í áttina því og það er svolítið skeri moment í mínum huga. Hvað er hægt að gera þannig, sko, ef þú getur sagt gervigreindinni er þið hakkaði en að makka hana. Þú veist, það er alveg, við erum alveg komin ótrúlega langt á stuttum tíma þar. Þannig að, þú veist, maður hefur alveg ágjörði að þetta verði misnota alveg á alveg ævintýrlegan hátt. En nákvæmlega hvernig, ég veit það ekki og ég eins og allir aðrir er bara að sé tækifærin líka, sko. Þú veist, maður getur nýtt þetta á ótal vegu í eigin lífi og líka í sínum business, sko. Þannig að, já. Já. Ég langar að spyrja þetta opinni spurningu. Já. Fyrst afsökun hefur búin að spyrja þessu áður. Hversu auðvelt er bara að hakka hinn bara average lagargóman úti sem er bara með sitt Facebook og Instagram og sinn netbanka og annað? Ég held að það er ekki hægt að fullera neitt, sko, en ég vil segja svona heilt yfir að þá er það svona, það er einhver fyrirhöfn en einbeittur aðili sem er með einhver vopn er að fara að ná þannig árangri. En ég held að líkurnar á þessu litlar að þú sitt að fara að lenda í einbeittum aðila. Þannig að það er ekkert voðalega erfitt þannig lagað. Auðvitað er náttúrulega fullt af undantekningum og það er þessi, þú veist, edge case og allt þetta en svona heilt yfir tiltölulega auðvelt fyrir einbeittan aðila. En ég held bara að það eru
svo litla líkur á því að þú sett að fara að lenda í einbeittum aðala. Langflestar tölvuárásir í dag, langflestar eru tækifærisárásir. Og sem sagt, það sem þú ert basically að reyna að ráðast á þann sem með lægstu varnirnar. Já. Og í dag það skortur á tvíþættri auðkenningu. Þú veist, eru þið að nota two-factor? Já, ég þolega ekki. Já, ok, en hérna þú veist, þú getur líka stilt á þannig að þú þurfir ekki að logga en mjög oft í tvíþættra, sko. Ég get það, já. Já, það þá betri en ekki neitt. Já. Og hérna ég fekk bara eitthvað daginn, einhver gaur frá Danmörk hverjana komast inn á Facebooki mitt, þá gæti ég lokað það, sko, Já, en þú veist, þá ertu allavega ekki alveg lægst í goggunaröðinni. Ok. Sem sagt. Þetta bara eins og með björnin, sko, þú vilt ekki vera hægastur að hlaupa bara. Nákvæmlega, en ég hins vegar fólk sem ætlar að lifa lífinu eins og þú veist, farið munkalíf, sko. Já. Ég ætla ekki að aðtúkera það fyrir neitt. Við þurfum öll að sætta okkur við ákveð óöryggi í okkar lífi. Þú vilt hins vegar ekki vera þú veist, sem lélegasta öryggið, basically, og þannig að ef þið erum ekki með tvíþættu auðkenningu setja ykkur í stand. Já, þú veist, ég meina come on. Já. Þú veist, það alveg þess virði. Já, það þess virði, en þú veist, það fullt af fólki að núti sem ekki að fara að biðja ykkur leyfi. Nei. Og eitt sem ég get sagt og miðlað þekking og reynsla á þeim bara hversu ömurlegt það fyrir fólk þegar það hefur verið hakkað. Veist, allt í einu breytist skoðun fólks og sko bara upplifunin af svona, þú veist, það bara allt annað hvernig fólk bregst við eftir að það hefur verið hakkað. Það bara, já, að þetta ákveðin, veist, þetta glæpur sem fram, þetta getur haft miklar afleiðingar fyrir fólk og ég held ég að við séð bara allan skalan í því á mínum ferli, sko. Já. Sko, þú eiginlega svaraði næst spurningu hjá mér sem hvaða svona 1, 2, 3 ráð myndir þú gefa bara venjulegu fólki til að verja sig? Allavega two-factor authentication. Þú veist, þetta algjör klisja en two-factor fjölþátta auðkenning í einhverju formi, það er betur en ekki neitt. Heilbrigð skynsemi eða þú veist, heilbrigð gagnrýni í öllum internet samskiptum. Þú veist, ég var að fá frá póstinum á hann SMS. Já, það er alltaf eitthvað mjög dúbís. Þið skiljið, sko, þú veist, en það þarf að segja þetta og sem sagt, ekki gera ráð fyrir því að fólki í kringum ykkur sé eitthvað sem manni finnst kannski glórulaust sjálfum. Það þarf að útskýra þetta fyrir fólki og til dæmis fyrir kannski eldra fólki. Þannig að okkar ábyrgð sem borgarar, sérstaklega ef eitthvað finnst trivial, eitthvað einfalt, svona phishing árás eða einhver svona bragðvísis tilraunir, það er fólk sem fellur í þessu gildru og þetta er yfirleitt fólki sem stendur okkur nær sem skortir þetta common sense. Getur verið aldur, getur verið alls konar, þannig að við ættum að reyna að hjálpa svona fólki, við öll. Vist, ég meina, allt sem ég að segja, þú þarft ekki að vera einhver pro-hackari fyrir þetta. Nei. Og svona í þriðja lagi, sko, bara temja okkur svona góða vana, sko. Þú veist, velja lykilorði þannig sem þú varst að tala um. Já, og svo náttúrulega númer 4 og langt best er náttúrulega bara fylgja okkur á TikTok og Instagram. Já, það er bara þannig. Og mér langar til að slúta þess, þetta búið að vera mjög áhugavert. Ég haf haft mjög gaman að þessu Theodór og hún standaði frábærlega og hlakka til að leyfa hlustendum okkar að heyra eitthvað allt annað núna þessari viku. Sko, náttúrulega mikið fókusaðu þetta hjá okkur á lítil og meðanstá fyrirtækin. Ég veldi líka fyrir mig bara, er ekki líka bara þetta láta einstaklinga skoða, minna það getur engin tap á að taka kaffibolla eða heyri í ykkur. Það getur allir varið sér betur. Já, alveg klálega og við viljum miðla líka bara til almennings að því að þú veist, öryggismál eru vegferð og þú veist, og við erum með villiveðigátt sem er svona líðvirkjun á hökkurum en til þess að búa til svona visjónu af fyrirtækinu og ástæðan fyrir við erum að þessu, við viljum búa til öryggari stafræn samfélag og það er vegferð. Þannig að en eina leiðin í mínum huga til að búa til öryggari stafræn samfélag, ég er ekki að segja að við náum einhvern tímann öryggum, það er einhver mýta sem er ekki til, að öryggari felst í því að við séum öll þáttakendur í öryggi samfélagsins, í netöryggi samfélagsins og þannig að já, bara vinnum saman í netöryggi, það er held ég,
þú veist, og reynum að gera það þannig að það sé aðgengilegt fyrir sem flesta og bara þið erum að gera það hérna í dag, vonandi og hérna, Já. bara takk fyrir mig. Já, takk sömuleiðis, þetta er búið að vera frábært. Theodór Ragnar Gíslason, takk fyrir komuna og takk fyrir kvöldið. Allir að fara inn á defendiceland.is, kíkja í kaffibolla, farið að prófa ykkur sem hakkarar, látið hakka ykkur. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Takk.